Guðmundur Karl Snæbjörnsson, eða Kalli Snæ, vertu velkomin til minn í spjallið. Takk að verið. Það gustar þig sem fyrr, sem aldrei fyrr. Nei, ekki. Já, það gustar í kringum einhvers staðar. Já. Mestmegnis bara rík sem er verið að róta upp. Býstna alvarlega fréttir samt. Það berast fréttir af því að þú hafi verið sviptur lækningaleyfi. Það er ekkert lítið. Landlæknir hefur sendt þér bréf þess efnis að þú hafi verið sviptur þínu lækningaleyfi sem að þú hefur haldið á í áratugi, hvað ertu búin að vera læknir lengi? Ég veit ekki, 150 ár held ég. Já. Eitthvað svoleiðis. Já, með yfirvinnu sko. En sko, hvað er í gangi? Hvers vegna er verið að svipta þér lækningaleyfi? Ég held að það sé nokkuð augljóst. Það er nokkuð augljóst eða eins og einn vinur minn sagði, einn af mörgum, sem að sagði, ég meina, hver 7 ára krakki sér í gegnum þetta, hvað er verið að sveifta þig fyrir. Þetta er hefndaraðstofun, það er ekkert annað, því meður. Er þetta hefndar? Hefndarráðstöfun. Ráðstöfun? Já, ráðstöfun. Já. Hefndaraðgerðir. Vegna hvers? Hefnd vegna hvers? Þú ert nú með blaðið og ég lesa það beint upp. Láð mér að sjá blaðið. Nei, sko, Þú veist alveg út á hverju það er. Ég hef verið að setja út á eiginlega nánast allar sóttvarnaaðgerðir, landlæknis sem ber ábyrgð á því og alveg frá upphafi og vilja fara varfærnari leið og aðra leið en ekki bara aðra leið, ég vilja fylgja vísindum sem að þeir hafa ekki gert og það er svona í allra stærsta máli. En sko þú tiltekur þú segir frá því og þú gerir sem sagt kröfu til umboðsmanns Alþingis að þessi svipting læknaleyfis verði ógild og að umboðsmaður Alþingis rannsaki heldur stjórnsýslubrot landlæknis. Já. Og meiðandi ásakanir skorti á gögnum. Já. Og þú segir embætti landlæknis hefur uppi ósannaðar og illa grundvallaðar fullyrðingar þar með talin langvarandi brot gegn faglegum skildum í gæsalöppum. Síðan í gæsalöppum líka ítrekkað að þú hafir þú sett sakaður að hafa ítrekkað gert opinberar yfirlýsingar og sendt erindi til stjórnvalda. Já, það er alveg. Sem hafi grafið undan trausti og heilbrigðisþjónustu og þær hafi ekki verið studdar með vísindalegum grunni og óhæfileg afskipti, misnotkun starfsheitis. Þetta er allt tíundað hér í gæsalöppum hjá þér. Og svo er talað að vegna tengsla við World Council for Health og North Group. Gleymd að segja því að ég er einn af stofnendum World Council for Health. Já. Núna 50.000 læknar og vísindamennum allan heim í 55 löndum. Sem að þau segja umdeild og vísindalega óstuddir hópar. Það er barnaleg vanþekking. Já. Og að þú hafir í gæsalöpum miðlað óljósum fullyrðingum mRNA-bóluefni og áhrif á lífheilsu þar með talið neikvæða vernd og umframdauðsföll á nokkura staðfestilega vísindalega gagna. Það er annað orðalag, þeirra orðalag yfir vísindagögn, ekkert annað. En sko því má ég aðeins koma þarna að? Já. Sko, þegar að við ætlum fara með mál fyrir dómstóla, þá verðum við að leggja fram einhver gögn til skýringar. Við dæmum ekki áður en að dómurinn eða lögfræðingar þar eru búin að skoða gögnin. Þeir leggja engin gögn fram, engin vísindaleg gögn, ekki eins og rök nema bara upprópanir, en þeir dæma samt. Já, þetta er fyrsta dómsvaldið. Þú voru að hjálpa mér að skilja þetta. Já, ég veit. Af því að allt þetta sem að þú tekur fram hér að sé verið að svipta þig lækningaleyfi fyrir, það er ekkert af þessu í sviptingarbréfinu sem að þeir senda á þig, boðun sviptingar starfsleyfis sem að fyrst dagsett 10. apríl. Já, það er ekki sviptingin, sko. Og síðan kemur sviptingin 5. júní. Já, 5. júní er sviptingin. Já, og það, ekkert af þessu sem að þú telur upp þarna, það hér er engangu verið að tala um símaþjónustu sem að þú hafir
sett upp eða ekki sett upp? Erindin þarna 3. desember og 10. apríl eingöngu nánast vegna símaþjónustunar. Símaþjónustu sem að læknir með fullt lækningaleyfi hefur bara einfallega réttin til. Það sem ég gerði einfallega aukarlega 24. mars 24 var að ég tilkynnti þetta. Ég þarf ekki að tilkynna það. Nei, ok. Svo hlustundur skilji, þá hefst þetta 3. desember að þau sendaði bréf þannig segir þann 24. mars 2023 tilkynntir þú fyrirhugaðan rekstur heilbrigðisþjónustu. Já. Það þessi símaþjónusta sem þú tilkynnti þeim. Ég þurfti ekki að tilkynna. Sem þú þurftir ekki að tilkynna. Og þarf ekki að biðast leyfis heldur hjá embættinu. Þau segja að verulega hafi skort á upplýsingar með tilkynningunni en við skoðun á heimasíðunum í skíinu.net og aðferðum.net kemur fram að þú býður upp á fjarlækningar í gegnum síma og svo kemur samkvæmt lögum landlækni og lýðheilsu hefur landlæknir eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum og heilbrigðisþjónustu og fylgist með að farið sé að ákvæða heilbrigðislöggjafar og svo verið óskæftur upplýsingum frá þér en þú hefur sagt mér að þú sást ekki þetta bréf af því að þeir voru að nota annað e-mail þannig að þeir senda þér aftur 10. apríl. Höfum það skýrt, ég setti þessa, ég náttúrulega búin að vera stöðut í símanum við fólk í allan tíma núna síðustu árin og ætlaði að setja þetta á svona skipulegra form þar sem fólk geti pantast í tíma því að ég var að drukna í símtölum og engar afsakanir í sjálfu sér en ég leti þetta standa í svona 1-2 mánuði og þá lagði ég þetta af og einfallega vegna þess að það var hringt jafnt í persónulega síman eins og þannig að þetta skipti ekki orðið máli. Bara þess að, og ég ætlaði bara aðtöfa með að setja það setna. Pointið líkilatriðið fullu lækningarleyfi, þá eru læknar að tala og þá ég bara sekur það að ég hef verið að ræða við eftir að ég lagði þetta af við þúsundur manna og þá sekur að því líka skilur. En ég að segja, í raun og veru þá hefði kannski þessu lækningaleyfi aldrei verið ógnað eða þú ekki sviptur bara ef að þú hefðir svarað þessum bréfum og sagt, þetta, ég má setja upp símaþjónustu en ég er hins vegar ekki að gera það. Ég sendi tilkynningu á sínum tíma en ég hætti síðan við en að því sögðu þá má ég auðvitað setja upp símaþjónustu þegar þú ansar engu þess vegna ertu síðan í því núna sviftingu út af símaþjónustu. Nei, eins og ég var búin að segja áður, ég bæði sett upp sér símanúmer fyrir þessu þjónustu sem ég hætti síðan að nota og síðan e-mail sem að ég setti sér fyrir það sem ég var hættur að nota þannig að ég náttúrulega fekk ekkert þessa og raunverulega þá þarf ég ekki að svara þeir eiga að vita, kunna lögin að fullu lækningaleyfi, þá fylgir það símaþjónusta kallaðu það eða ég er náttam á, er ekki rétt að mér að ef þetta hefði ekki misfarist svona, þetta hefði ekki farið í tölvupóstfang sem að þú varst ekki að skoða og svo framvegis, þá hefði þú getað svarað og þá er ekki búið að svipta lækningaleyfi í dag. Nei, vegna þess að það getur aldrei verið það að læknir með full lækningaleyfi sem að hefur símaþjónustu eða tala við fólki í gegnum síma, það getur aldrei fylgt neinn svifting af því, þannig að það hefur ekkert raunveruleika tengsl við ástæður sviftingar. Það er nokkuð klárt. Þetta byrjar náttúrulega ekki á sviftingu, það er bara verið að hafa eftirlit með. Endurtökum það. Og síðan, þeir að senda þessi bréf, öll bréfin þá senda þær á ranga, ekki mína persónu. Þeir hafa vitað mitt persónulega e-mail og hefur getað senda þanga og þá hef ég sennilega kannski séð það. Sem ég er búin að hafa og í þeirra vitnisku, síðan 35 ár tilbaka. Ég skil það, en þeir senda þetta á e-maili ég get ekki svara fyrir það ef ég hefði lesið þetta og ef ég hefði farið að svara þeim hvað þeir hefðu gert þá það er svona spekulasjónir sem að eru ekki ég er bara veltið fyrir mér en það sem að þessi dæmi sem að þú tiltekur að þú sért sem sagt sviptur lækningaleyfi fyrir ekkert af þeim það er ekkert minnst á það í þessum bréfum sem að enda í sviftingu. Eina bréf sem endar í sviftingu það er frá 5. júní sem að mér hittir aðdraðandinn að því þetta er undanfarið sem ég kalla svo 5. júní er loksins sagt embætti landlæknis hefur ítrekað gefið þér tækifæri til að koma að andmælum við fyrirhugaðri sviftingu starfsleyfis eins og rakið í fyrrgreindu bréfi dagsett 10. apríl
og þetta verðist sem sagt bara að vera svifting sem er bara á miskilningi byggð og vegna þess að það er ekki samskipti, þú svarar ekki neinum erindum frá þeim og þeir halda að þú sett með símaþjónustu sem að svo auglýstir. Endurtekið aftur, þeir eru allan tíman sendt mér hérna erindi sín á röngum e-mailum. Já, en við skilum er það ekki af því að sko þegar þú sendir þeim tilkynningu sem þú þurftir ekkert að gera, þú sendir þeim tilkynningu og þú ætlar að hefja þess að þjónustu í skíinu og Nótabenni Frosti, ég býði með þig að hérna, ef þið viljið sko hérna koma varandi persónuvernd og annað gagnana sem ég er þá að geyma og skrá niður, velkomi að koma að hafa samband við mig. Og þeim er líka kunnugt bæði mitt persónulega mail og síðan minn persónulega síma, þannig að þeir hafa aldrei samband. En ég sé, sko þau stendur hérna í bréfinu 10. apríl, fyrir liggur að þú markasettur og býður upp á heilbrigðisþjónustu gegnum heimasíðunar í skíinu.is og aferum.net, en slíkur rekstur hefur ekki hlotið staðfestingu landlæknis. Símaþjónusta þarf ekki að njóta staðfestingar landlæknis. En það er að með brefi þessu er fyrir gefin kostur á að koma að þínum sjónarmiðum áður en að landlæknir tekur ákvörðun frekari málsmeðferð. Ég fylgi bara lögum heilbrigðisstarfsmenn með fullt lækningaleyfi er að við þurfum hvorki að tilkynna eða sko En ertu ekki sammála með að þarna hefði bara þurft að koma til svar frá þér þar sem þú segir, heyrðu, ég er með lækningaleyfi, ég má veita símaþjónustu. Ég hefði alveg getað sagt sko bara vísa í lögin og segja krakkar hérna kíkið bara lögin þegar ég þarf ekki að vera hérna hvorki sækjum eða tilkynna. Akkurat, en er það ekki réttu skilningur hjá mér að sviftingin kemur síðan endanlega til vegna þess að þau fengu engin svör við þessum fyrirspurnum þessa þjónustu sem þú hafir auglýst? Sko punkturinn er það að á að svifta lækni vegna þess að hann tilkynni þeim ekki, fyrir ekki ég tilkynni að hann svar ekki fyrir erindi þjónustu sem ég hef fullt umbúð til að gera sem með fullt lækningaleyfi. Ég meina, við þurfum ekki að fara út í þetta. Það er ekki hægt að svifta lagalega séð, það er engin ástæða fyrir símaþjónustu að passið ykkur læknar eða lögfræðingar sko, þetta er ekki að ganga upp. En hefði ekki mátt komið veg fyrir þetta bara ef þú er einfallega að svara þessu með þeim hætti sem þú ert að segja mér núna? Þetta náttúrulega hefur ekkert með ástæðu sviftingar að gera. Það er málið sem að ég er núna búin að leggja fram stjórnsýslukæru og þar biðja öll samskipti og það sem við getum skoða kannski vantarlega betur ástæðu sviftingarinn. Ég skil hvað þetta að fara, en hvaðan hefur þetta sem er sett í gæsalappir hér, þar sem að þú tilgreinir að þau sé að sviftaði vegna þess að þeir hafi sagt þig ítrekkað hafa gert opinberar yfirlýsingar og sendt erindi til stjórnvalda? Sér þú út úr brefinu frá 5. júní, dagsins 5. júní, að það sé bara símaþjónustan sem að þeir eru að finna að og þeir eru að svifta mig vegna símaþjónustu sem ég hef ekki tilkynnt eða svara. Já, og vegna þess að þú svarar ekki erindin þeirra þjónustu. Það er náttúrulega, vitum við náttúrulega bara aulaleg skýring, sko. Það er ekkert í brefinu þetta sem að þú hefur vísað til í nýlegum og brefiðinu til umboðsmanns Alþingis. Já. Er það ekki rétt að mér? Já, ok, við getum kallað það bara mína túlkun á því. Það er bara, já, með vísan til framangreins og gagna málsins er það mat landlæknis að þú hafi brotið alvarlega gegn starfsskildum þínum sem læknir með því að standa ólögmætum rekstri heilbrigðisþjónustu. Ólögmætum rekstri, símaþjónustu. Ásamt því alvarlega hirðuleysi sem felst í því að sinna ekki lögbónum skildum þínum sem er að bara svara landlækni. En með þessu brefi tilkynir landlæknir þér formlega þá ákvörðun að svifta því starfsleyfi, en það er ekkert þetta að þú sért mjög tengst við World Council for Health eða að þú hafir miðlað óljósum fullyrðingum mRNA-bóluefni eða að þú hafir ítrekkað gert opinberar yfirlýsingar og sendt erindi til stjórnvalda. Ég er að draga þarna fram raunverulegar ástæður fyrir sviftingunni. Það hefur ekkert með og síma dæmi eða þjónusta sem ég þurfti ekki einu svona tilkynna. Það hefur ekkert að gera með sviftingun að gera. Ekkert. Nei. Það er, held ég þú dregur þá álíktun og ég get alveg tekið undir það með þér að þú ert búin að vera þyrnir í augum þeirra, ég ger mér grein fyrir því en ég segi að það er ekkert þeir tilgreina ekkert af því sem að þú telur að þeir hafi Settu gögnin inn í einhvað greindaforrit og spurðum hver er ástæða sviftingarinnar. Settu bara þessu spurningu. Læknir með fullt lækningaleyfi sem þarf ekki að tilkynna samkvæmt lögum þarf ekki að tilkynna sína símaþjónustu, gerir það samt. Svarar ekki bréfum sem eru senda á röngmeir, spurðu greindarvísitöluna. Nei. Já, sko, ég er alveg vissum, ég er alveg til að prófa það, Kalli, en ég er alveg vissum að ég myndi setja þessi bréfin að gervigreindin, hún er ekki það greind
að hún gæti dregið þá ályktun að það sé vegna einhvers annars en þessara símaþjónustu sem að þeir báðum að svara erindum en fenguð engin svör og þar með ákveður að svipta leyfi. Ok. En sko tilfinningagreindin Nei, ekki tilfinningagreindin. Það einfaldlega það sem ég gerði. Ég gerði það, ég sett inn. Að vísu hefur greindaforritið mitt aðeins meira upplýsingar hvað ég hefur að gera. Já. Þannig að þetta niðurstaða greindaforritsins. Já. Það náttúrulega ekki eins greint eins og við vitum það. En hefur einhvern tímann fengið einhverjar ávirðingar eða athugasemdir frá landlækni í þessa veru, eins og þú veist, herru, Kalli Snæ, þú hefur ítrekað gert opinberar yfirlýsingar og sendt erindi til stjórnvalda, þú hefur grafið undan traust og heilbrigðisþjónustu, þú ert með tengslið World Council for Health sem eru óvísindalega studdur hópur. Hefur embætti landlæknis kommentað eitthvað í þessa veru í þinn garð? Sko, heilbrigðisyfirvöld hafa kommentara svolítið. Já, þau hafa lagt inn kæru, þau hafa á mig til lögreglunar, þau hafa lagt inn kæru til ríkissaksóknara. Já, þau hafa gert það. Það er engin bein varðandi ávinningar og ombila sem að nema kannski það sem að var á vegum lyfjastofnunar, þar sem að ég var að eitra fyrir fólki og annars slíkt ég að vísun nefni það ekki eins og hérna En að því að ég las bara Facebook-fæsluna þinnar og síðan fréttir sem að fjölmiðlar sögðu af þessu þá ég eins og aðrir, ég skildi það þannig að þeir hefðu sendt þér bréf ef við einangrum þetta það sem að þeir hefðu tilgreint þessar ástæður fyrir sviftingu. Ef við einangrum þetta og segjum við erum að svifta læknum við full lækningaleyfi með símaþjónustu innifalda við erum að svifta lækningaleyfinu fyrir því hvernig hljómar það? Í raun og veru þá eru þeir að svifta þig vegna þess að þeir hafa ítrekkað óska eftir einhverju samtali við þig hvort þeir ítrekkið en samkvæmt lögum náðu ekki neinu sambandi við þig og fengu ekki svör við erindi sín. Var það af vilja gert að senda á vitlaus mail hjá mig sem ég var löngu búin að hætta þjónustunni, ég veit það ekki en sko ef við horfum bara á þetta einangrað eins og þú reynir að sitja upp að er þetta svifta menn vegna þess að þeir eru að tala í síma við sjúklinga sem að ringið á. Ég tel svo ekki vera, ég þekki hins vegar ekki lögum landlækni en sko eins og ég segi, ég sé það þannig að sko af því að þú veittir þeim athygli á þessu að þú er að byrja með þessa þjónustu í skíinu.net og aðferðum.net síðan hættur við það og fórst ekkert að kíkja í póstinn og þeir senda þér, við þurfum að fá meira upplýsingar um þetta, það verulega skortir og upplýsingar með þessari tilkynningu. Það skorti ekkert með tilkynningunni. Ja, þeir segja það allavega. Já, þeir segja ýmislegt og það er ýmist svona lagatjargon sem þeir segja það. En sko, ef við prinsipmálið er það að ef þeir alltaf reyna að halda sig við það að það sé vera svifta með lækningaleyfi vegna þess að ég hef talað í síma við sjúklinga og ég hef tilkynnt um það. Nei, ég skilja ekki þannig. Ég skilja þannig að þeir eru að svifta með lækningaleyfi vegna þess að ég hef ekki svarað þeim. Nei, já, eins og þú auglýstir þjónustu og þeir vildu fá frekar upplýsingar þá þjónustu af því þeir eiga að hafa eftirlit með Ég var búin að bjóða þeim það, bara að hafa samband í síma við mig eða mitt persónulega e-mail. En þeir fengu engin svör við þeim sem sagt erindum. Frosti, eðlilega ekki vegna þess að ég var búin að leggja það niður. Ég get ekki ég svar ekki í þann síma sem ég er búin að leggja niður, ég svar ekki í e-mail sem ég hef ekki notað í 1 ár. En er þá ekki hvað er vandamála? Ákveð ringja þér ekki? Verður ekki auðsótt fyrir þig að fá þessari sviftingu hnekkt með einmitt bara vísan í það að umrætt þjónusta hafi ekki aldrei verið veitt, þú hafir hætt við og ástæðan fyrir því að þeir hafi ekki fengið svör við erindunum en þess að þú værir ekki að nota þetta e-mail sem þú hefur auðlýst. Ég er búin að svara því. Ég meina sko símaþjónustu sem og ég teka fram í erindum hvort það var til umboðsmanns eða til í stjórnsýslukerfinu, meina símaþjónustu þurfum ekki eins og með fullt lækningaleyfi að tilkynna Ég gerði það samt vegna þess að maður búin að fá not frá svona ýmis svona smástungur frá embættinu, ég tilkynnti þeim bara. Ég er að tala ennþá í síma, búin að vera að því og mun gera það, hvað sem ég er með þjónustuna ekki. En þetta er alveg rétt hérna. Það er hálf hallarislegt að sko bursi frá öllu hinnu að
þá þetta hálf neyðarlegt að ef að læknir sviftur vegna þess að hann að tala við fólk í síma og hann látið að vita því. Já, en ok, en þetta samt ekki rétt sem að kemur hérfram? Það sé að samkvæmt lögum landlækni og lýðheilsu hefur landlæknir eftirlit með heilbrigðisstarfsumum og heilbrigðisþjónustu og fylgist með að fari sér að ákvæðum heilbrigðislöggjafar og ákvæðum annarra laga og stjórnsýslufyrirmæla eftir því sem við á. Ég er búin að benda þeim á það að þið eru velkomnir að kíkja á allt tölvukerfið hjá mér og hvernig þessi síma þjónusta á sér stað. Já. Ég set við síman og ég set við tölvuna. Ok, þetta er rétt. Þetta er bara beint úr lögunum. Þetta er bara lögunum. Og síðan segir, með vísan til ofangreins hefur landlæknir ákveðið að fylgja málunni eftir á grundvelli eftirlitsskyldu sinnar og hann er óskeftur upplýsingum. Þá hafa ekki samband með réttum hætti. Já, en þar er hundurinn grafinn. Það er raun og veru bara þeirra mistök. E-mail hérna í gangi. Þeirra mistök. Ég er bara hættur, þetta er búið og ringið í mig, sendið mér þetta á mitt persónulega e-mail sem þið hafa vitað í 35 ár. Já. En þá þurfum við bara að fara, sko, ef við spólum tilbaka þangað, þar liggur hundurinn grafinn, það er sendt á vitlaust e-mail, þeir fengu ekki svör og það er má leiðrétta þetta en með þessari vísan í meint brot þín hérna, það er ekki komið frá þeim. Já, sko nei, það má segja að þetta séu mínar fabrikasjónir. Já, en heldur þeir hafa verið að en er þá heldur það hafi þá verið að pöngast í þér út af heldur það hafi verið þá vegna sviftingin hafi verið vegna þess að ég svaraði mikið síma eða mailum. Já, ég raun og veru. Sér það einhvers þar í lögum? Það er hvergi. Já, sko. Ég hef fullt lækningaleyfi, við skulum taka þetta bara enda ekkert aftur. Ég hef fullt lækningaleyfi og þannig að ég tala í síma líka, við tölum í síma. Ég þarf ekki að tilkynna það og ég þarf ekki eins og að segja að ég sé hættur og ég þarf ekki að fá leyfi. Er þetta allur burðurinn á bakvið leyfisviftingu? Nei, sko þið segja hérna Svarað þú mér, hvað finnst þér? Í sjálfu sviftingabréfinu segir embætti landlæknis hefur ítrekað gefið þér tækifæri til að koma að andmælum. Verð ekki að lesa vegna þess að eins og áður segir ég veit hvað stendur í þessu, ég er að segja þetta var ekki tilefni til þess að þeir var að gera svona mikið veður út af einhverju símaþjónustu. En þeir samt sko þeir eru að sinna eftirlitsskyldu sinni og þeir þurfa bara að fá svör þegar þeir spurja. Eftirlitsskyldan hefur einhver kvörtun borist vegna læknisverka minna eða símaþjónustunar? Nei. Ekki mér vitandi. Ekki mér vitandi heldur. Það er alveg eðlilegt að því að þú tilkynnið þeim að þú hefja nýja þjónustu. En Frosti, þetta var akkurat það sem ég hef búin að bjóða þeim. Þeir eru velkomnir að koma og kíkja á tölvukerfið mitt. Ég hannaði tölvukerfið fyrir ráðuneytið á sínum tíma þegar ég var yngri og þekki alveg inn á þessi mál. Öllum persónuverndar, öllum skilyrðum, lagalögum sem ég veit var fullnægt. Símtölu, meira segja það að ég var farin að skrá símtölun sem við gerum ekki alltaf. Við gerum það ekki alltaf vegna þess að við utan vinnutíma þá erum að svara í síma og ég bara gata ekki, fekk svo mörg þannig símtöl. Pointið getur læknir verið sviftur fyrir að tala við sjúklinga í síma? Nei, það er verið að segja hérna sko, ég veit alveg hvað er verið að segja en þetta er útúrsnúningur vegna þess að það er verið að tala alvarlegt hirðuleysi sem felst í því að sinna ekki lögbónum að þeir fá ekki svör. Ég er búin að segja þú fer ekki svör þegar ég er ekki að nota þjónustuna lengur. Já, en þar leikur 100 grammi, það er miskilningurinn. Þú auglistir þjónustuna, þeir veit ekki að þú sett ekki að nota þetta lengur. Þeir eru bara að senda bréf, þeir senda ábyrgð pósti, þeir senda inn í rafrænt. Frosti, þeir geta þá haft samband við mig í því meili í netfangi sem ég er búin að hafa í 35 ár. Þetta er mjög einfalt. Og líka í minn persónulega síma sem ég er búin að hafa í allavega einhverja 20 ára. En þá er þessi sviftingur og eru bara á grundvelli miskilnings vegna rangs tölvu miskilnings að hálfa mér mín. Nei, þeir eru að nota vittlust e-mail. Akkurat. Þess að segja sko, er þetta ekki stormur í vasklasi, þetta verði auðveldlega leiðrétt bara með því að koma á samskiptum sem að voru ekki til staðar. Ég er búin að benda að segja að þessi alvarlegt hirðuleysi hjá þeir að hafa ekki svarað. Frosti, ég er búin að láta það vita að því. Ástæða er engin fyrir leyfissviftingunni út af símanum. Come on. En þetta er sko, ég raunverið er þetta eins barnarætt eins og hægt er. Sko, hvenær fékkstu, af því að þessi bréf fóru öll framhjá þér, hvenær fékkstu loksins veður af þessu fyrst, að það væri verið að stefna í sviftingu hjá þér? Ég náði í síðasta bréfið sem er dagsett hjá þeim 5. júní.
ég fæ það í hendur, ég fæ tilkynningu á SMS morgunin 9:22 að ég ábyrgðarbréf frá landlækni. Þetta er 10. 5 dögum eftir að svifta. Og þannig að ég fer náttúrulega og nægi bréfi klukkan 3 daginn. Og þá, í dag er á 19. júní, 10. júní, það er bara 9 dagar sem þú festi það. Ertu búin að senda þeim þessi svörvarandi að þessi símaþjónusta hafi ekki verið í gangi, þú hefur ekki verið að nota þetta e-mail og svo framvegis, ertu búin að senda þeim það núna á síðustu viku? Já, ég man ekki hvað mörgu sinnum og ég held ég athugasemd til ráðuneytis að þá hef ég gert það líka. Bara þori ekki alveg að því ég er ekki með það erindi fyrir fram mig en stjórnsýslukerfi sem að ég setti fram en sko við erum á svolítið alvarlegum ís ef að ég held ef að símaþjónusta lækna hvort sem hún er tilkynnt eða ekki sem að lögum sem þá þarf ekki að tilkynna það gildir öðrumáli hvað þeir telja að þeir eiga að gera og hver skildur þeir eru og eftirlit og annað slíkt og það er ég náttúrulega vel með þetta og var búin að bjóðast til þeir eru velkomnir. Pointið er bara það að samskiptin komast aldrei á þó að samskiptin hefðu komist á að þá getur það aldrei verið heldur forsenda fyrir því að maður læknir með fullt lækningaleyfi sé sviptur lækningaleyfinu út af símaþjónustu sem hann hafi ekki svarað þeim. Þetta er líka að því að þegar þeir skoðuðu þetta þá segir á heimasíðunni þinni segir meðal annars að þeim sé að ræða hefðbundna læknisþjónustu sem hægt er að veita í skýinu einnig sé hægt að óskrift í blóðrannsóknum og öðrum rannsóknum og tilvísunum bóður upp á tímapantanir, getur símaði netfang. Þetta er svona vanaleg símaþjónusta, þetta er bara að vera að lýsa því. Svo samkvæmt rekstrar aðalaskrá embættis landlæknis ert þú hins vegar ekki skráður fyrir nokkrum rekstri og þeir eru svona að finna að því að þú sett ekki búin að skráða þig fyrir þessum rekstri. Hvað þýðir, athugaðu skilgreiningu, hver er læknistjónusta sem að símaþjónusta er innifalin sem er full lækningaleyfi, fylgir fullu lækningaleyfi og þegar maður fer að tala um rekstur, er það rekstur eða það sværi síma? En þetta er það debatt sem að hefði þurft að taka. Það sem út og segja alveg sammálaður því og það er náttúrulega það sem ég bent líka á að samskipta leysi með röngum e-mailum og ekki hringt í mig og ekki sendt mér á neinn persónleg þar að segja mitt persónlega e-mail þetta svona rugl hefði allt mátt laga í byrjun en við skulum tala byrjunna á því lagalega forsendu fyrir því að það þarf ekki einsinni ég þarf ekki eins og að senda þeim inn tilkynningu fyrir að ég sé að taka síman. Ég þarf þess ekki. Og þarf ekki að fá leyfi hjá þeim. Þetta eru skilyrðin fyrir því. Já, en ef þú ert að hefja ef þú opnar stofu Já, ég var ekki að opna stofu. Nei, okay. Það er allt annað. En ef þú ert að opna einhverja þjónustu gegnum í skíinu.net og aðferðum.net er það þá ekki svona sambarlegt við þegar þú setja að opna þína eigin stofu? Nei, það er ekki. Þú þurfur að skrá þann rekstur. Hvernig er þetta góð hugmynd. Þegar að við læknar erum að tala við fólk í síma, hver eru skil á þessu símtali, hvort að við erum að með rekstur eða hvort að við erum að sinna fullu lækningaleyfi og tala við sjúklingan. Hvar kemur rekstur inn? Er það vegna þess að við séum að taka fyrir það? Já, væntanlega. Ok. Er það ekki? Kannski, jú. Já. Ég meina, að það sé, rekstur, við slum tala við lögfræðingarna þarna, hver skilningin á og hver hún þarf að vera. En það er debatt sem að hefði þurft að taka og það hefur ekki verið tekið. Það hefði þurft að vera með inn í dæminu að símaþjónusta er ekki þörf að tilkynna. Símaþjónusta lækna er ekki þörf að tilkynna nýja að fá leyfi hjá landlækni. Og þess vegna því eftirliti, ég ger ekki ráð fyrir að hann sé yfirleitt að landlæknisembættið sé yfirleitt að fylgjast með símtölum sem að við eigum bæði utan vinnutíma og í fríum og annar staðar, þar sem við erum stöðut með síman á okkur. Ég skil ekki hann hafi yfir neitt lækni En þú skilur hvað er að fara. En nú segir þú í erindiðinu til umboðsmanns Alþingis að embætti landlæknis hafi uppi ósannar og illa grundvallaðar fullyrðingar.
þar með talin langvarandi. Gerði eitt fyrir mig, Frosti. Ég leti núna fá þessa öll þessi erindi og ég nú að býða eftir upplýsing hvort það sé einhver fleiri erindi sem að landlæknir lögum á vegna það er svona verið að gefa ýmislegt í skyn í hvernig blaðafulltrúið eru að talar en settu þetta inn í greindarforrit og spurðu hver ástæða spurðu bara einfallar spurningar hver ástæði fyrir þessu læknissviptur og vísa því í lög hver lögin það og svona þetta mjög einfalt svar en þetta er ekki símaþjónusta læknis getur aldrei verið skilyrði fyrir því að það sé svipt. Nei, en allavega í erindiðinu til umboðsmanns Alþingis án nokkurrar kvörtunar einstaklinga heldur. En í erindiðinu til umboðsmanns Alþingis þá segir þú að embættir landlæknis hafi uppi ósannar og illa grundvallar fullyrðingar þar með talið að þú hafir verið sigur langvarandi brot gegn faglegum skildum. En hvar er það? Birtu þetta bréf og byrtu fólk að sjá hvar leyfissviptingi getur legið. Birtu það? Já, Sett það út til fólks og lofaði að lesa þetta. En ég veit ekki, ég er búin að lesa þetta nokkur sem mér sýnist þetta bara að vera þess að þeir töldu vera með þjónustu sem að þú hefur ekki skráð rekstur. Sem ég þurfti ekki eins og tilkynna og þeir sendur mér þeir hafa ekki samband við mig með réttum hætti. Ég meina, come on. Já, en hvar hefur embættir landlæknis haft uppi þessa ósönnuðu og illa grundvölluðu fullyrðingar? Skoðaðu betur hvað þetta stendur í Ertu að tala þessum meðan er að kvóta inn í lög heilbrigðisstarfsmenn? Skelltu þessu bara inn í greindarforritið og láttu það spýta út fyrir þér. Farðu vel í það. Já, en þetta er ekki sagt um þig hérna? Nei, en þetta eru ástæðunum fyrir því. Okay. Þú getur líka lesið út úr þessum pappirum. Ég meina, við erum að tala ef að eins og ég tók að fram á þann að ef þú ert að einangra sviptingu við síma sem þú þurftir ekki að tilkynna, þurftir ekki að fá leyfi fyrir, síma sem allir læknar stunda, ef að það er raunveruleg ástæða fyrir sviptingu, þá held ég að verða einhvað að athuga betur hvað stendur í lögunum. Já, en þetta er allavega þetta snýst fyrst og fremst að þeir hafi ekki náð sambandi við þig varandi rekstur sem þeir töldu vera með. Þetta snýst meira. Þetta snýst það að þeir eiga að vita að lögin, þau heimila mér að hafa símaþjónustu og ég þurfi ekki að tilkynna hana. Það snýst að hvort sem að þeir séu að forvitnast. Ég var búin að bjóða þeim í tilkynningu. Ég gerði það á hreinni kurteisi, við skulum bara segja það. Þú bauðst þeim í tilkynningunni til þeirra. Já, ég meina. En svo náðu þeir ekkert í þig þegar þeir svöruðu. Það er ekki mitt vandamál. Já, en þegar þú tilkynntir þeim þá auðlistur þetta veffang þegar þú tilkynntir þeim þú verður að fara að hefja þjónustunni en þá verður það að hafa samband um mig ekki þessa þjónustum sem ég sett upp sem ég hef búin að hætta með. Sko ef ég tilkynni ég er að fara að opna pizzastað og símanúmerið þar verður 5834567 og öllum velkomið að hafa samband við mig og þá ætlar heilbrigðiseftirlitið að hringja í pizzastæðin minn og þá hringir það í auglista símanúmerið. Kíktu á þessa spurningu dæmið sem var lagður upp. Ef að ég segi, ég er að fara að opna stofu, þá hljómar það svolítið öðruvísi heldur en að segja að ég er að fara að bjóða upp á þjónustu og vera með... Ég er með símaþjónustu, ég er búin að vera með síman allan tíman. Þetta er ekki stofurekstur. Og auðvitað er það ef ég ætla að fara að opna stofu þá þarf ég að tilkynna það og eins og þeir leggjað upp þá þarf ég að fá leyfi til þess líka þó ég sé með fullt lækningaleyfi en ekki fyrir því að svari síma. Eins og segir sko, þú hefur ekki skráð þennan rekstur samkvæmt rekstraraðila skrá embættisland. Ég er ekki með rekstur, ég er bara með venjulega símaþjónustu. Okay. Og það fylgir í samkvæmt lögum, þá fylgir það svo kom menn svona enn að því, þá fylgir það í mínu fullu réttindum sem læknir. Ekki lengur að vísu. Hvað myndu þá gera í þessu núna? Það er að segja að þú hefur sendt þetta erindi til umboðsmanns Alþingis. Ég sendi, núna 7. júní, og sendi ég stjórnsýslukæru, þetta er eiginlega fyrsta dómstig, þó að þeir séu búnir að dæma mig þarna þegar, að þá byrja bara að fara yfir þetta ferli og hver ástæðan raunverulega sé. Ég segi, ef þetta er bara símaþjónustan, tökum allt annað, allar aðra áverðingar og annað slíkt út.
þá verður mann að spyrja sig, er það réttlætanlegt að Já, sko, Kalli, við verðum að vera sangjarnir. Ég er sanngjarn. Þegar símaþjónustan og það að þú ansir engum erindum þegar þeir eru að spyrja ég get ekki svarað þjónustu sem ég síma sem ég er ekki hættur. Ég get ekki svarað. Þeir vita það ekki að þú sett hættur að nota það er ekki mitt vandamál, það er þeirra vandamál. En þeir hafa ekki samband við mig með réttum hætti. Já, þetta er málið. Þeir hafa sendaði á þetta það er lagt af þjónusta, endurtek þjónusta sem ég þurfti ekki að tilkynna og sem ég þarf ekki að segja hvort ég er hættur en eða ekki. Og svo er það sendt líka það að ég var búin að í póstólfið þitt á Ísland.is sendt í póstólf skíð Ísland.is, já. Þetta er sendt með signet transfer á netfangið skíð.md@gmail.com og sendt í póstólf með kennitölunniðinni á Ísland.is. Já, og þetta sé ég ekki. Ég sæki ekki ég sæki hann í póstkassan, ég er svo gamaldags, ég sæki hann ekki á Ísland.is. En svona samkvæmt einhverjum svona stjórnvíslu reglum held ég að þetta sé alveg lögmætt leið til að hafa nálgast. Já, það er alveg fullkomlega, en það er annað sem er í lögunum. Það er annað sem skiptir máli og lykilmáli þessu, að það þarf sannarlega að hafa borist í hendurnar. Og hvaða sannarlegt gildi er það að það hafi borist í hendurnar? Það er ekkert. Ef ég kíkja ekki á e-mailið og ef ég... Það er vantilega hægt að sjá það í tölvukjörinu að þú hafir ekki opnað þetta inn á Ísland.is og þú hafir... En þeir segjast að hafa sendt þér reynda bréf í ábyrgðarpósti. Þeir segjast, skulum að veita þessu. Sko, þetta eru erindi sem ég ekki fengi í hendurnar. Og hvort sem það sem með sannarlegum hætti þá hefur ekki borist mér. Það eru lögin. En eru þeir með undirskrift frá þér fyrir þessum ábyrgðarpósti? Já, ekki mér vitandi að ég hafa skrifað undir móttöku og reyndar, sko, við slum bara fara aftur, við verðum alltaf að fara aftur uppásins. Símaþjónustu þarf læknir ekki með fullt lækningaleyfi, hann þarf ekki að tilkynna. Já. Og höfum það bara það, en þeir hafa minn síma og hefðu geta ringt í mig hvenær sem er. Þannig hefðu við geta lagað þetta. En þú veist það, svona opinber stjórnsýslu erindi eru aldrei afgreitt í gegnum síma. Þetta þarf að vera skriflegt. Ég var búin að segja, já, þá senda mér það bara í e-maili þá, eða í pósti. Og þeir eru með rangt e-mail hjá þér. Já, þú gafst þetta e-mail þegar þú auglýstir þjónustu. Við skulum aðeins uppfylla allar kröfur. Þeir eru með rangt e-mail á þjónustu sem að ég þarf ekki einu svona tilkynna. Ég bauð þeim eftirlit þeir með að koma og kíkja á tölvukerfið mitt, mega það. Þeir send, það var e-maili sem er vitlaust, það er símanúmeri sem þeir hringdu ekki í. Þeir senda mér ekki neitt á mitt venjulega heimilisfang, ekki hvorki á heimilisfang, rétt e-mail eða þann síma sem ég var löngu hættur að nota. Hvað var þetta ábyrgðarbréf sem var ekki sendt á heimilisfangið þitt? Veistu ekki það? Ábyrgðarbréfið? Já. Fyrst ábyrgðarpósti. Eina ábyrgðartilkynningin sem ég sé senda, að það er skilabróf SMS á minn eðlilega síma, venjulega í 2 ára, ekki 2 ára, að það er klokkan 9:22 10. júní, 5 dögum eftir að þeir eru búin að svifta. Hvernig átti ég að svara því? En það hlýtur að vera núna rétta leiðin er bara að... Og sannarlega að það hefur borist í mínar hendur, það skrifaði undir þegar ég sótti bréfið, 10. En er þetta óáfríanlegt nokkuð? Það segir með vísan til þess að þú hefur verið sviptur starfsleyfi er áréttað að þér er óheimilt að kalla þig lækni og að starfa sem slíkur. Landlæknir bendi þér á í 17. grein laga landlækni og lýðheilsu er fjallað endurveitingu starfsleyfis. Þar segir landlæknir getur veitt heilbrigðisstarfsmanni sem sviptur hefur verið starfsleyfi eða hefur afsalað sér því starfsleyfið að nýju, enda hafa viðkomandi sýnt fram á að hann uppfylli skilyrði laga fyrir endurveitingu starfsleyfis og það eru ástæður sem leiddu til sviptingar eða afsals eigi ekki lengur við. Getur ekki bara sýnt fram á þetta og fengið starfsleyfið aftur? Það virðist ekki vera. Ég er búin að hafa samband við landlækni, ég er búin að hafa samband við að senda stjórnsýslukerfina. Ég meina, sko, ef það er ástæðan fyrir því að það sé símaþjónustan, þá byggist hún á falskum forsendum, eins og ég kalla. Falskar forsendur eru hlutir sem ég endurteka eins og enn. Það er vegna þess að ég þurfti ekki að biðja að fá að tala í síma eða sinna sjúklingum. Síðan er eftirmálin og það er allt annað mál. Við skulum ekki vera að taka fyrir mistök þeirra að senda á þjónustu sem ég lagði af eina mánuði setna og ég taldi mig ekki þurfa eins og að tilkynna það og ég taldi mig ekki að tilkynna það að ég sé hættur því. Come on. Þeir eru að leggja
allt út frá því að það hafi verið send og það allt í lagi. Þeir maður alveg senda mig fullt á gögnum, en þetta verið ekki borist í mína hendur. Nei, en þeir vissu það ekki. Og ekki heldur. Ákvörðun landlæknis sviptingu starfsleyfis kæranleg til ráðherra, samkvæmt 7. málsgrein 15. grein laga landlækni og lýðheilsu. Kærufrestur 3 mánuði frá því að tilkynnt var ákvörðun. Það er svolítið kaldinni í því að ráðherra er fyrirverandi landlækni sem var byrjuð, erum eitthvað að fara til rátt okkur á þessu. Sko, það er náttúrulega paradox í helviti sem ég kalla, að fara að senda henni til þess að fara í sitt eigin mál. Þú verður samt að gera það. Þú verður að kæra þetta til ráðherra. Búin að því. Ok. Og ég veit alveg hvað orðið að vísi í, menn að hún er náttúrulega fyrirverandi landlæknir og hafði með öll þessi COVID-mál að gera sem þú hefur gagnrýnt, en hún verður samt að fara að lögum og ef kæran þín er nógu vel ígrunduð þá hlýtur ráðherran að þurfa að... Hún er náttúrulega vanhæft, þannig að hún náttúrulega sín vegna eitt þá að fela einhvern ráðherra. Bara þessa símaþjónustu þetta mál sem að landlæknir er að sviptaði fyrir landlæknir, ég meina, ef það er símaþjónustan. Já, og hafi ekki svarað erindum hana. Já, ég meina, sko við gefum... Það er alltaf miskilingi byggt, ég sé það þannig. Við gefum okkur ekki falskar forsendur fyrir því sem þarf ekki og byggjum einhvern málstaf á því. Ég er að segja, símaþjónusta er ekki skilyrði að við sækjum eða fáum leyfi fyrir því. Nei, það er málið og síðan lagatjörgunum það hvernig við reynum að réttlæta það að ég hef ekki svarað í post sem ég er búin að leggja á þjónustuna, ég hef ekki svarað í e-mail sem ég notaði í 1-2 mánuði. Come on. Ég meina, við þurfum aðeins að stíga í greindarsporið til að vera sanngjarnir. Sanngjarnin er það, þeir eiga vita lögin, þeir vita lögin, ég þarf ekki leyfi til þess að tala við fólk í síma. Nei, en þú þarft að vera með, þú þarft að skrá reksturinn ef þú ert með eitthvað rekstur í gangi og þú auglýsir þjónustu á heimasíðunni í skíinu.net það sem er boðið upp á Það má segja það að ég hef þurft að skráða, ég bara einfallega hætti því. Þetta var tilraun, ég hætti því. Er þetta bara byggt á miskilingi? Það er bara, þú hefur vel geta forðað þessu ef þú hefur... Ég forðið þessu. Þeir hefðu geta forðað þessu. Ekki verið að leggja ábyrgðin á mig fyrir sem ég er löngu hættur. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Fyrir skilyrði sem ég þarf ekki að sinna. Ég þarf ekki að sinna því að tilkynna það eins og að ég sé að svari síma. Hvort ég tek fyrir það eða ekki. En eins og ég sé það, að þá bara út af þessu miskilingi, þessum að þú fékkst ekki þau bréf sem að þau voru að senda þér og þau töldust ekki vera að fá neinn svör frá þér út af sinnuleysi, en það er bara því þú sást ekki bréfin, að þá ætti að vera einfalt að releysa þetta með því að hafa sambandið ráðherra. Frosti, stoppa aðeins. Það verður að búa til einhvað mál út sem er ekkert mál. Það er ekkert mál að fara að lögum. Ég fer að lögum, samkvæmt því að ég gef upp þá peninga og þeir eru greittir inn fyrir þá þjónustu, þannig að það er ekki skatturinn sem þarf að vera í vandræði með það, þeir sjá það í bankanum. Það er engin þjónustu á rekstur eins og með stofurekstur. Það er allt annar handling. Þetta mun komið ljós þegar þú hefur kært til ráðherra og ráðherra fer yfir málið og varandi... Ráðherra, þú átt við vonandi ekki höfum. En þetta snýst ekki einhver COVID-mál, þetta snýst bara Já, þetta snýst það. Óskráðan rekstur. Já, þetta snýst það. Þú veist, þá, ef að ráðherra getur ekki afgreitt það sem slíkt, út bara fyrir því sem landlæknir sagði og það sem þú segir, þá getur við farið að fabulera einhvers konar samsæri, en þangað til er þetta náttúrulega bara byggt á... Við slum byrja að segja að hvort ég tali síma, með fullu lækningaleyfi að ég tali síma, að það getur verið ástæða fyrir því að bara samskiptaleysi reksturinn. Nei, reksturinn, símaþjónustuna. Það bara stenst aldrei vegna þess að það getur ekki staðið sem ástæða fyrir því að ég svari síma og tala við fólk í síma. Það bara getur ekki staðist. Að það sé ástæða. Það er ekki ástæðan. Það er að sinnuleysið, að svari ekki eftirlitsskyldu. Þá verður að tala við mig á réttan hátt. Það er að segja, hafa rétt e-mail og eða... Ég las þessi bréföld sem að þið sendu þér, þú komst með þau hér og ég sé ekki betur en að þetta snúist bara það að þeir hafi verið að reyna að hafa eftirlit með starfseminni sem þú auðlistir og þeir hafi ekki fengið neinn svör og þeir kalla það sinnuleysi sem er
stórkostlegt sinnuleysi og aðendanum svifta þig. En vegna þess að það byggt á miskilningi þegar þú fegst þetta í tölvupóstfang sem þú varst ekki að nota. Sko, að búa til úlvalda úr mýflugu þess sem ég hef fullt leyfi til að gera. Og það alveg sama hvað skýringar þú kastar á bakvið það, eða þeir, og hvað sem að mýflugan hafi ekki viljað hafa samband við þá. Sko, ef að það er símaþjónusta, þá stenst það ekki fyrir lögum. Þegar þú fegst fyrsta brefið, 3. desember 2024. Ef að það er símaþjónustan, þá stenst það ekki fyrir neinu lögum. Nei. Það er ástæðan fyrir því sem að þeir vilja láta líta út fyrir það. En það hefði auðvöldlega, þann 3. desember þegar þið sendu fyrsta brefið, ef að þú hefði séð það bref og hefði svarað þeim. Við getum ekki byggt frásögnina á ef. Það er, ef ég hefði haldið áfram þjónustunni, ef ég hefði gert þetta. Ég segi bara, ef þú hefðir séð brefið, svarað þeim. Höldum okkur við staðarindir. Ég þurfti ekki að tilkynna þetta. Ég þurfti ekki að tilkynna símaþjónustu. Ég bara engin skylda til að segja hvenær ég lík henni eða ekki, hvenær ég hættur að tala í síma. Ég held áfram að tala í síma og hef rætt við 1000 síðan. Þetta er pointið, þetta er byggt á þessu. Við erum að búa til úlvalda þarna úr engu, úr leyfi úr skilyrðum sem ég hef fullt leyfi til sem læknir að gera. Það er málið. Alveg sama hvað þeir segja, þú svarar ekki bréfi. Já, skýringarnar eru það það er bara einfallega ef þú hefði skýrt fyrir þeim að þú værir ekki ef þeir hefðu kíkt á lögin sjálfur ef þeir hefðu séð að fyrir símaþjónustu ef þú hefði bara skýrt fyrir þeim að þú værir ekki í einhvernum rekstri ég þarf ekki að skýra fyrir þeim lögin þeir eiga að hafa það fyrir og vera klárt og ef þeir hefðu verið það ljóst þá hefðu aldrei neitt orðið en þeir horfa bara í auglýsingu og tilkynningu frá þér þetta er tilkynning frá þér að þú setja að hefja þennan rekstur. Hvað er tilkynningin það? Þú sendið þeim sjálfur tilkynningu. Já, ég sendi þeim tilkynningu. Þann 24. mars 2023 tilkynntir þú fyrirhugaðan rekstur heilbrigðisþjónustu. Alveg hárrétt. Síðan kíkja þér á þetta og þeir sjá að þú ert ekki skráður með netrekstur. Og þeir fara að spurja, þeir fá ekki svör og þeir ítrekka fyrirspurnir, fá ekki svör. Við þekkjum þessu sögu. En það er svo banalt og barnalegt að halda því fram að þetta sé ástæði fyrir sviftingu að ég hef ekki talað við á réttum nótum án þess að þeir fengu engin svör reksturinn sem þú hafi tilkynnt þeir fengi engin svör, ég þurfti ekki að svara þeim sem ég þurfti ekki eins og sækja leyfi fyrir ég var bara tilkynnað að ég var með síma þjónustu allavega, þetta nær þá ekki mikið lengra en þú verður alltaf að fá læknaleyfið aftur og ég hveti eindreið til þess að reka þetta mál fyrir ráðherra og ég verð mjög hissa ef að þetta verður ekki bara leiðrétt með þetta hrópandi miskilningur sem að ég sé í þessum samskiptum. Hvað leikur miskilningurinn? Hann liggur í því að þau fengu engin svör þegar þú voru að reyna að fá upplýsingar reksturinn sem að þú hafðir auglýst. Liggur hann í því á ég söka miskilningnum? Kannski með því að tilkynna það. Þegar þú tilkynntir reksturinn þá auglýstir þetta til þetta veffang skíið.md@gmail.com og þegar þeir ætla að reyna að spurja reksturinn þá senda þeir á það netfang og þeir fá engin svör. Þess vegna er þetta orðið svona eins og þetta er í dag. Þá hefðu þeir átt að senda mitt e-mail sem þeir eru búin að hafa í 35 ár. Er þetta ekki nokkuð skýrt? Jú. En bursið frá því hvernig samskipta vitleysan fór af þeirra hendi vegna að ég var búin að loka þessari þjónustu strax. Samskipta vitleysa, það er það sem Pointið er það að þeir hafa bæði símanúmerum mitt og þeir hafa netfangið mitt í 35 ár. Ég veit ekki hvort að sem er svona opinbera stjórnsýslu hvort að þeir eiga, þegar þeir fá ekki svör að þeir að fara að prófa önnur númer eða prófa önnur Nei, þeir eru ekkert að prófa, þeir hafa haft mitt netfangið 35 ár Frosti. Þeir hafa haft mitt símanúmer allar götur síðan að ég byrjaði með þetta númer. Það eru 20 ára. Er það ekki erlegt ef þeir ætla að hafa samband við mig þá hafið samband við í þau númer sem þeir hafa þegar í sinni? Mér finnst ekkert óeðlilegt að þeir hafi samband við þig í tölvupóst adressuna sem að þú auglýstir. En ef ég svara því ekki 3. desember, hvað gera þeir þá? Það senda þeir ábyrgðarbréfi pósti. Þá höggva þeir í sama runn, er ekki erlegt að hafa samband við mig. Þeir hafa upplýsingar mig hver ég er. Ég veit ekki alveg hvort að þetta verði gagnlegt þras þetta er náttúrulega bara miskilningur sem ef það er miskilningur
þá einhverstaðar forsenda fyrir því að menn geti að það sé þetta svifta lækni í lækningaleyfi vegna þess að hann svar ekki landlækni? Ég gæti alveg trúa því að ef að landlæknir með eftirlitsskyldu og honum ekkert ansað þegar hann reyna að sinna því eftirliti. Engin skylda á hendur? Ég ekki einhver stjórnsýslu fræðingur en ég get alveg ímyndað mér að það sé hægt að færa lagaleg rök fyrir því að það geti leitt til sviftingar en sko síðan auðvitað hægt að rökstyðja málsitt með því að segja að þetta miskilningur af því að þetta tölvupóstfang sem notað þarna, það ekki notkun og þess vegna held ég að þessi úlvaldi úr þessari mýflugu megi auðveldlega leiðrétta með því að bara þetta allt byggt á samskipta klúðri í raun og veru þá þetta byggt á bara fölskum fórsendum, röngum fórsendum við byrjun. Ég hef fullt lækningaleyfi og ég hef síma og horfum á þetta, ekki hvaða úlvaldað búin til úr því. Nei. Herðu, ég óskaður góðs gengis, Kalli, þú ert náttúrulega frábær læknir og átt stuðning minn allan í að fá þetta lækningaleyfi tilbaka en ég held að það sé bara auðsótt að leiðrétta þetta á grundvelli þess að þetta auðvitað bara samskipta klúður held ég, en við sjáum til hafðu samband við landlækni og segjum við þetta hafðu samband við heilbrigðisvand og segjum við þetta ég er búin að því okay. Þetta er bara stormur í vasklasi þú kærir þetta til ráðherra ég er búin að því Glæsilegt. Gangi vel, Kalli Snæ. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.